Komið sæl. Það verður nú frekar vætusamt tíð hjá okkur framundan og hafa verið gefnar út gular og appelsínugular viðvaranir sem gilda þá fyrir seinni partinn á morgun, annað kvöld og aðfaranótt aðfangadags og eitthvað dálítið fram eftir aðfangadegi en svo fer nú að draga úr því þegar kemur fram á kvöldið. En við lítum nú betri yfir það á eftir. En ástæða þess að þetta kemur til okkar núna er meðal annars hæðin yfir Skandinavíu og svo þessi stóra hæð sem er að koma hér suður á hafi og beinin lægðunum eins og við sjáum hér í átt að landinu en þær fara allar vestan við land þannig að það verður viðvarandi sunnan suðvestanátt og talsverð rigning og þá sérstaklega úrkomusamt á vestanverðu landinu en mesti vindurinn og mestu hviðurnar verða þá á Norðurlandi. Á hitasviðinu sjáum við að það verður býsna hlýtt þó mun og kólna örlítið til morguns að við fáum svona, það verður svona svolítið hlýð, það koma skil yfir í kvöld og síðan þegar þau fara hjá þá kólna svolítið en miðjan dag á morgun hins vegar koma næstu skil og þá hlýnar verulega og við sjáum hér að það er enn hlýra loft hér sunnan við okkur sem mun þá koma til okkur á aðfangadag og jóladag þannig að það eru hlýir dagar framundan. En ef við lítum þá á þróunina í kvöld, nótt og fram að hádegi á morgun að þá er þessi bakki sem ég var að tala um áðan, þessi fyrsti bakki. Svo þegar við förum hérna í suðvestanáttina í kjölfarið á hjónum að þá kólnar nú dálítið og það léttir nú nokkuð víða við til en svo undir hádegi á morgun þá kemur næsti bakki hér úr svona suðvestri og hann verður svo síðan rót allra viðvaranina. En hádegi á morgun gæti þá staðan verið þessu líka, það er farið að rigna allra vestast, þykna upp svona inn á mitt land en bjart fyrir austan og ágætt það veður en hitatölurnar eru nú frekar í lægri kantinum. Þróunin síðan áfram það verða mjög fljótt gular úrkomuviðvaranir hér á vestanverðu svo kemur nú vindaviðvörun á Breiðafjörð, sérstaklega þá fyrir norðanvert Snæfellsnes, svona í kjölfarið og svo á aðfangadagsmorgun þá eru komnar appelsínugular viðvaranir á Norðurland, það verða gular í fyrstu og sama ber með hálendi, það verða appelsínugular viðvaranir og svo verða gular viðvaranir alla austast. Þannig að hádegi á aðfangadag þá gæti þetta verið staðan. Mjög úrkomusamt hérna á vestanverðu landinu, sömuleiðis hvasst á norðanverðu Snæfellsnesi og mjög hvasst á Norðurlandi og þá sérstaklega kannski hviður og viðbúið að það geti orðið eitthvað foktjón þar ef að menn fergi ekki þá hluti sem eru lausir að geta losnað. Hvasst á Austurlandi og Austfjörðum en svona heldur skárra en það er eiginlega bara Suðausturland sem sleppur alveg viðvaranir þetta skiptið. En svona tímasetningar og hvort það verða gular eða appelsínugular áfram það þá betra að fylgjast með því á vef Veðurstofunnar því þetta getur breyst með skömmum fyrirvara og það koma nú nýjar módelkeyslur nokkuð ört þannig að það er alltaf, þetta eru svona lifandi spár þannig að það þarf að fylgjast nokkuð vel með. En svo þróun þá yfir til jóladags að þegar það kemur fram á aðfangadagskvöld þá dregur nokkuð hratt úr bæði vindi og úrkomu. Þannig hádegi á jóladag gæti þetta verið staðan, svona þokkalegasta veður, strekkingsvindur hérna allra vestast og einhver væta og mesta úrkoman er þá líklega á Suðurlandi. En síðan kemur smá úrkomubakki hérna úr vestri í kjölfarið og það er svona síðasti stóri úrkomubakki sem ætlar að koma þessi jólin allavega. Því annan í jólum þá staðan orðin svona að það er suðvestanátt og það hefur létt til þá fyrir austan aftur en svona skúrir slydduél hérna vestan til. Það er svona líklega þessa staðan eins og það lítur út núna en síðan er þá gert ráð fyrir að það hlýni þá aftur á laugardaginn og vindur verður suðlægari aftur. En við skulum þá líta yfir til Evrópu og hæðin er semst hérna við Skandinavíu á morgun og það er frekar svona úrkomu lítið en frekar skýjað og svalt í norðanverðri álfunni en talsvert skúraleiðingar og þessi lægð hér suður á Frakklandi þannig að það verður nú frekar úrkomusamt og hitatölurnar ekki til að hrópa húrra fyrir. Sama með Íberíuskagann, það er svona frekar blautar og alveg viðbúið og sérstaklega eins og hér í suðvestur hlutanum að þar getur verið þrumur og eldingar sem fylgja þessu líka. Hitatölur kannski í 15-16 gráður sem best lætur. Á Kanarí hins vegar, þar er bara norðan svona golukaldi og skýjað með köflum og hitið svona í kringum 20 stig þannig að það er þokkalegasta veður. Og svo ef við förum vestur hafið þá er svona almennt freka lítil úrkoma, það er þó einhver úrkoma við vesturströndina og sömuleiðis hér í svona norðausturhorninu. Það er ofilt bakki og það er nú líklega snjóar úr honum svona, rigning í honum hérna syðst. En að öðru leyti þokkalegasta veður, hlýtt austan Klettafjalla en mun svalara hér í norðurríkjunum. En við skulum láta gott heita í kvöld, verið þið sæl.